Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer. Ég held að þetta sé þáttur 94 frekar en 95. Nei, ok. Þetta þá þáttur 95 af þessu hlaðvarpi. Ég hef minni tíma í dag til þess að taka þennan þátt upp en ég myndi helst vilja. En þá ég ágætlega heppinn með það núna að viðfangsefnið sem mig langaði að tala ekki svo langt. Það að segja ekki það stórt. Þetta í rauninni bara stakt sýnidæmi eitthvað sem þið hafið þurft að rekast á áður ef þið eruð komin svona langt með íslenskuna ykkar að þið skiljið mig. En þetta gerist á milli allra mála og í liðinni viku ég búinn að rekast á það að þurfa að benda sérstaklega á þetta nokkrum sinnum. Þetta í einföldu máli það að sum mál hafa fleiri orð til þess að merkja það sem stakt orð á öðru máli næði að þýða. Að eitt orð á einu máli getur þýtt þetta eða þetta eða þetta eftir samhengi, en á öðrum málum gætu þessar mismunandi merkingar verið önnur og aðskilin orð. Sýnidæmið sem ég nota fyrir þetta þegar að einhver spyr mig, þegar þetta berst í tal í einhverri mynd og þá stundum jafnvel við aðra Íslendinga, orðin 3 sem að þekkja, að vita og að kunna. Á ensku myndi þetta þýðast sem to know og to know. Og það alveg ágætlega skrítið. Allavega verður þetta athugavert fyrir þá sem heyra þetta eða fyrir þeim sem bent á þetta. Nú ég ekki nógu fróður ensku almennt til þess að geta sagt eitthvað til uppruna orða í henni nema bara með tilgátum og kenningum. En þetta orð to know og knowledge virðist í öllum formum hafa eitthvað með það að gera að það hlutir sem þú hefur í hausnum á þér eða hlutir sem þú hefur lært og fengið reynslu af að gera. Þú safnar að þér knowledge og þegar þú búinn að læra einhvern hlut, að læra eitthvað frekar, að þá geturðu sagt að þú know, sem sagt I know, og ef þú hefur það ekki, þá það einfaldlega I don't know. Einhverra ástæðna vegna það greinilegt að íslenskunni þótti þetta ekki nógu sértækt. Allavega við með fleiri orð fyrir mismunandi eiginleika þess að, to know. Ég man ekki lengur í hvaða röð ég sagði þetta áðan, en ég ætla að byrja á orðinu að þekkja. Að þekkja þýðir að þú hafir séð eitthvað áður.
eða kynnst því áður, þannig að þetta er ekki í fyrsta skipti sem þú sérð eða heyrir hlutin. Þú hefur skapað þér einhverja minningu af því að hafa kynnst þessu áður. Við notum þetta til dæmis fólk. Ég geti sagt að ég þekki vini mína mjög vel. Ókunnugt fólk er fólk sem ég hef ekki kynnst og þess vegna þekki ég það ekki. En stundum segjum við þetta annað efni eða aðra hluti, eins og til dæmis að við getum sagt þekkja einhvern listamann eða bók eða orð. Við getum tekið sem dæmi bara bíómynd. Segjum Apocalypse Now. Ég get sagt að ég þekki þá mynd. Ef einhver myndi sýna mér myndbrot úr myndinni, þá geti ég örugglega sagt að þessi mynd er líklega Apocalypse Now. Hún gerist í Víetnam, hún er með nokkrum athugaverðum frægum augnablikum, en ég hef aldrei séð myndina í heild sinni. Ég hef séð byrjunina áður, ég veit fullt af áhugaverðum hlutum tónlistina, sérstaklega í byrjuninni á myndinni. Ég veit hvernig Marlon Brando lítur út þegar hann loksins birtist og ég veit að það skiptir rosa miklu máli að fólk finni persónuna sem Marlon Brando er að leika. En ég hef ekki séð myndina. Orðið að þekkja myndi best þýðast sem recognize, to recognize. Að það sé eitthvað sem þú sérð aftur og tengir það við eitthvað sem þú hefur áður náð að meðtaka í hausnum á þér. En við getum líka skipt út orðinu recognize fyrir know. Að vita eða vita, eins og við segjum kannski frekar í dag, allavega í Reykjavík með mýkra téljóði þarna. Að vita, það er kannski beinni þýðing á því sem við hugsum fyrst þegar við segjum to know. Því það eru hlutir eins og staðreyndir sem við höfum lært og munum. Þú hefur lært fullt af staðreyndum mannkynssöguna. Þú veist að Napóleon var sjálfkrýndur keisari í Frakklandi. Þú veist að Rómarveldið féll á endanum. Þú veist hvaða dagur er á morgun og svo framvegis. Jú, teljum líka upp. Þú veist alveg að 2 + 2 eru... Og nú áður en ég svaraði sjálfum mér, þá hugsaðir þú allavega töluna 4, þó þú hafir kannski ekki hugsað strax rétta íslenska orðið fyrir 4 í þessu tilfelli. Þannig þú veist fullt af hlutum af því þú hefur lært fullt af hlutum. Þegar þú ert að læra orðaforða, geturðu sagt við sjálfan þig: ég þekki þetta orð, en ég veit ekki hvað það þýðir lengur. Af því þú hefur gleymt merkingunni, en þú manst þó að þú hefur séð þetta orð áður. I know this word, but I don't know what it means. Og síðasta orðið er að kunna. Nú er ég í alvörunni búin að fletta þessu upp og þetta íslenska orð, þetta norræna orð, því nú er það mjög svipað öðrum orðum sem finnast í öðrum málum á Norðurlöndunum og í Skandinavíu, er hreinlega eins og það væri til enskt orð sem þýddi to
can. Á fornensku virðist þetta hafa verið kunnan sem sagnorð. En í dag þetta orð ekki til í þessari mynd og myndi vera to be able to og kannski to know how. Þannig þegar við höfum lært að gera ákveðin hlut og gert það að hæfileika eða hæfni okkar, að þetta sé einhver hlutur sem við getum gert, þá segjum við að við kunnum hlutin. Stærðfræði dæmið sem ég tók áðan eitthvað sem notað sem mjög augljós staðreynd. En ef ég segi við þig 3 sinnum 17, þú veist ekki endilega strax hvað svarið en þú kannt þá stærðfræði og þú kannt að margfalda, þannig þú gætir komist að því með kunnáttu þinni hvað svarið Og nú þegar ég segi þér að svarið 51, þá veistu það núna að svarið 51. Og svo núna, ef þú varst að vanda þig rosa mikið við að reyna að skilja þennan erfiða íslensku hlaðvarpsþátt og þú manst að þessi gaur sem var að tala orðaforða fór allt í einu að tala stærðfræði og endaði að tala of lengi töluna 51, þá ertu kannski að fara að sjá hana einhver tíma seinna, sérð töluna 51 og þekkir hana sem, hei býtu, ég hafði séð þetta áður af því að þessi gaur var að bulla svo lengi stærðfræði. 51, já, hvað var þetta? Þetta var eitthvað margföldunar dæmi, var þetta, þú veist, einhver ótrúlega ljót tala, var þetta 17 eða 19 eða eitthvað? Já, ég man það ekki, en ég þekki allavega þessa tölu aftur. Þarna erum við komið með aðskilnað á milli þessara 3 orða. Þetta eru allt einhvers konar orð sem tengjast því að við getum eitthvað með hausnum. Að við getum safnað að okkur þekkingu, við getum safnað að okkur hæfni og við getum safnað að okkur minningum. Við getum þekkt hlut sem við höfum séð áður, við getum vitað hlut sem við höfum lært og við getum gert þá hluti sem við kunnum að gera. Stundum flækjast atriðin með hvort þessi hlutur sem þú veist sé í rauninni þekking eða hæfni. Og greinilega flokkar íslenskan tungumál sem hæfni. Þetta hæfileiki. Þetta ekki bara vitneskja. Þetta eitthvað sem þú getur gert. Þú getur tjáð þig með þessum orðum og með þessum reglum þannig að aðrir skilji þig. Þess vegna segjum við að við kunnum íslensku. Ég komin yfir tíman sem ég ætlaði mér að taka upp í, þannig ég nýti mér þennan dramatíska enda sem ég endaði á sem lokapunkt. Ég skil kannski eftir hugsunina hjá ykkur að fyrst þetta tilfellið á íslensku varðandi þetta staka sagnorð á ensku, þá getur þau pælt í því hvað það eru mörg orð í þínu máli sem vantar eða eru ekki skilgreind eins og þau væru í öðrum málum. Í portugalsku sama orð fyrir to hear að heyra og to listen að hlusta. Íslenska orðið sem þýðir bæði that og which, sem greinilega þýða ekki það sama eða eru ekki notuð eins. Þannig pældu endilega í því hvar þú værir mögulega með einhvers konar blindni eða blindpunkta fyrir
máli og orðaforða annarra mála af því þú átt sjálfur ekki til orðin eða skilgreininguna á milli orðanna. Mögulega eru til fleiri orð fyrir þetta eina teygjanlega orð sem þú átt í málunni sem þú ert að læra. Ég ætla alls ekki að hafa þetta lengra í dag, mér tókst samt að teygja þetta þó ég hafi sagst ætlað að enda þáttinn. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta. Og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.